og við erum komnir í upptöku og ég ætla að byrja hérna í verkefni 3A. Það hérna undir verkefni, hérna, það 3A hérna og þessi verkefni eru í þessum pakka hérna 3A, 3B og 3C og það sem við þurfum líka að gera eftir að búin að ná í verkefni 3A, það að setja upp forrit sem fyrst og fremst þá afþjöppunarforrit hérna fyrir SIP-skrár. Það kannski best að byrja á því bara. Það kallað WinRAR og smellið á þennan link hérna og þá fáið alveg leiðbeiningar það hvernig haldið áfram og þau sjáið táknið hérna niðri, vonandi. Það sem sagt 3 bækur og svona belti utan það. Það þetta forrit WinRAR. Og svo myndum við, ef að þið eru með 64, flestir eru með 64 bita kerfi, stýrikerfi og Windows 10 og smetla á Fritzing þar, þá fáið upp þessa síðu hér. Við þurfum að ná í Fritzing forritið og þá gott að hægri smetla hérna undir þennan takka hér, þar linkur og þá hægri smetlið á hann og segið þar Save Link As og þá fáið einhverja staðsetningu og þið getið farið inn á til dæmis bara inn í Downloads og smelt á Save þar og þá fer þetta þangað inn í Downloads og þá væntanlega ef að WinRAR komið upp og þá kemur svona mynd af skránni sem ætti að heita Fritzing 64 bita og þá sísmetið á þá skrá og þá kæmi þetta upp eftir dálitla stund svona eða að þið eru bara með eina skrá hérna og smellið á Extract to og veljið þá hérna væntanlega Local Disk en á Local Disk þá segir bara New Folder og búið til og hérna komið Unconfirmed eða við getum líka látið þetta heita hvað það sem þið viljið, Fritzing eða forrit eða eitthvað slíkt og segið það OK á það og síðan veljiði skrána og smellið á OK til þess að þetta afþjappist yfir á þá möppu. OK, þá ætti það að koma upp svona og reyndar kemur þá forritið upp með svona rauðum lit hérna og þá tvísmellið á fritzing.exe til þess að ræsa forritið og þá fáið þið þetta forrit hérna. Svona lítur þetta út. Og núna ætlum við að fara að vinna í verkefninu og setja upp þessa rás sem þið sjáu hérna tengda inn á þetta tilraunabretti hér. Þá ætla ég að hafa verkefni hérna til hliðar og við förum inn í File og New. Og þá hleður forritið upp sem sagt þessari skrá, það bara ný skrá sem við getum vistað hvað sem og við getum fært tilraunabrettið til hérna ofar ef við þurfum ekki mikið pláss fyrir hérna og þá hérna hér að við erum að byrja því að ná í svona rofa og viðnám sem 1 kílóum og svo tengjum við þetta hérna inn á náum í Arduino. Sem sagt aðeins að mjóka þetta hérna hjá mér, við náum þessu samt hér og vonandi sjáu þetta saman og þá hérna fæ ég hér byrja á því að ná í viðnámið, það blasir hérna við og ég dreg það bara hérna inn á og ég sjáum ég hérna nú það valið, ég get, það spurning hvort ég get farið í rotate hérna, já, Ctrl R, þá sný ég því ákveðin hátt og ég get tengt það hérna eins og ég sjáu að efri línuna hérna og á einhverja línu hér.
og það er hægt að hægri smetla á viðnámið og segja rotate þess vegna 90 gráður clockwise eða counterclockwise. Það þarf ekki íta á Ctrl R, það er hægt að hægri smetla á það og fara í rotate. Það er hægt að fara í rotate 45 gráður eða rotate 90 gráður. Ok, þá erum við komin með viðnámið, en viðnámastærðin, ég ætla að merkja það aftur hér og hér kemur viðnámið og ég þarf að velja hér undir R1 hvaða stærð þetta er. Og þá segi hérna resistance hérna niðri, 220 ohm. Ég ætla að breyta þessu í 1000. Nó, ég fæ ekki, bands er 4. Sjá. Aha. Já, en að sýnum aftur hvernig opnar hann að glugga viðnámið. Þá ég var að velja viðnámið. Ég smelli bara á viðnámið. Ertu komið með viðnámið inn á skjáin? Það gæti þess vegna verið hérna fyrir utan. Ok, bara smetla á. Já. Ég veit ekki ef ég tvíma. Það ætti að vera 1000 ohm. Þetta á að vera 1000 ohm, já. Það er ekki 100 hana. Jú, það er 100 hérna, já. Ég þarf bara að athuga sko, hann leyfir mér ekki að setja stærra viðnámið í þetta. Ég fatta ekki af hverju. En það ætti að vera hægt að velja hérna sko. Jú. Það er hérna, já, þá segir maður, já, ok, það er þannig, maður þarf að setja K. 1K. Það er sennilega það sem maður er. Ég verð að setja 1K, ég má ekki skrifa hérna 1000, það er ekki hægt. Hvernig aðralega að fá þetta að virka? Ég fæði ekki til að koma á skjáin hjá mér. Já, þú ferði í basic hérna og bara ítir með vinstri músarhnappunum inn og dregur það inn á skjáin. Heldur vinstri músarhnappnum inni. Þetta kom þetta. Ok, flottir. Og nú hérna er bara að velja það og fara hérna niður og skrifa annarkot 1K og omega helst áfram. En það er ekki hægt að skrifa 1 og 3,0. Ég rak mig á það, það er ekki hægt. Eða velja hérna í listanum 1 kilo. Hérna. Og þá kemur rétt litamerking á það hérna. Já, heyrðu, þetta er 10 kíló. Sorry. Þetta var ekki rétt hjá mér. Við erum að vera með 10 kíló með það. Mér fannst ég að vera með hérna rauðan, en þetta er appelsínugulur. Við þurfum að leiðrétta viðnámið. Það á að vera 10 kíló. Afsækið, þetta á að vera 10 kíló. Og það er hérna neðar, þetta velja það hérna fyrir neðan, 10K, eða skrifa hérna 1,0 fyrir inn í þessa tölu hér. 10K ohm. Þannig er þetta merkt. Hérna nú er þetta rétt samkvæmt verkefninu. Þetta er appelsínugulur litur hérna. Það er 1, 0 og 3,0 í viðbót sem eru samtals 4,0 og það er 10 kíló. Það er gott ef maður gerir sjálfur villu að þá hérna sjáu þið hvernig maður þarf að leiðrétta þetta. Og þá færum við viðnámið hérna inn á plötuna og þið voru búin að snúa því, var það ekki? Það er annarkot að hægra smetla á það, rotate, eða það er hægt að velja Ctrl R. Íta á Ctrl, halda Ctrl inni og íta svo nokkur sinnum á R. Það er hægt að snúa því. Geturðu sýnt mér aftur hvernig þú breytir þessu ómið? Ég næ ekki að opna þarna R1. Ok, ef þú smellir velur viðnámið, að það sé hérna punktalína eða strikalína kringum viðnámið. Sérðu það er þannig hjá mér, en það kemur engin svona rammu. Hérna fyrir neðan? Nei. What? Kemur ekki rammi í kringum viðnámið eða kemur ekki þetta hérna inspektor? Það kemur rammi í kringum viðnámið en ekkert meira. Já, en þú hefur ekkert lokað þessu hérna, sérðu stendur ekkert hérna inspektor? Nei. Þetta opnaðist aldrei hjá mér. Opnaðist aldrei hjá þér hvað?
Ég náði aldrei að opna þetta, ég er búinn að reyna það. Þannig að ég er ekki búinn að exita út, sko. Ertu ekki komið með forritið í gang, þannig? Jú, ég kom með fullt af dóti inn á plötuna. Nú er það? Bara eins og verkefni sýnir, en ég næ ekki að stækka þetta viðnám. Já. En hérna, ok, þú, sem sagt, svo er líka, þannig að þú ert búinn að ná í rofan, sem sagt, og ef hann kemur upp, þá kemur ekki þá þessi S1 hérna, hjá þér. Það getur verið að þetta sé svo stórt, eða hvað? Nei, ég næ ekki að stækka þetta. Hann kemur ekki, þetta S1 dæmi. Kemur það ekki? Þá er spurning sko hvort það er eitthvað klikkað, þú er bara kannski að ná í forritið aftur eða eitthvað, ég veit það ekki. En byrju, hvernig get ég fengið hennar ramma eða niður upp ef ég hef exað? Ef þú exar, ertu að meina, exar þetta hérna, ertu að meina þetta? Já. Ég bara veit það ekki, hvort að, byrju, þetta heitir inspektor, ég ætla að sjá hérna hvort að byrju parts hérna, ég ætla að fara í view. Siggi, ef þú fer í window þá kemur það upp. Window, Valið það. já, Já. herðu, takk fyrir þetta, Júlíus, ertu með hérna forritið, ef þú ferði í window og inspektor, er það valið hjá þér? Þannig held ég það svona. Ok. Þannig að, Siggi, já, að því ég sagði þér þetta, viltu nú aðeins zooma inn á brauðbretti hjá þér? já. Þetta, Ég þarf að horfa út í gennum símana því að hann vill ekki hérna fara minna en 2/3 af skjánum hjá mér. já, býtu nú við. 100% size, hvernig get ég, hvar er að stækka þetta? Þú getur bara skrollað inn á. Já, ég er að reyna að, ég ít á control og ég skrolla með músinni og það fer bara upp og niður hjá mér. Býtu nú við, view, zoom in, já, takk. Þarna, takk fyrir. Er það miklu betra svona? Já, Ég er svona skarra. það er skara, já. Það er allt í lagi að ég get alveg farið í zooma meira að sko. Þá er það sannlega betra líka fyrir fleiri. View, zoom in, já, ok. Svona, þetta ætti að sleppa. Þá færi ég bara viðnámið hingað, inn á plötuna og þá ætti þetta að vera komið hérna R1. Þetta er inspektor undir Windows. Og rofinn, hann á að vera þarna fyrir ofan og tengjast í viðnámið. Færi hann bara hérna lengra. Svona. Og þá er ég komið með þessa tvo í hluti. Þá vantar mig Arduino spjaldið, prentplötuna. Skiptir ekki máli hvernig viðnámið snýr á plötunni? Nei, það skiptir ekki máli. Nei. Ég get farið í Ctrl R hérna og snúið eins og þetta er í verkefninu. Það er allt í lagi. Það breytir einhver. Þetta var sneri öfugt með verkefnið, held ég. Já, hérna snýr þetta svona. Eru allir komnir hingað? Komnir með þetta svona? Og þið getið skrifað já í kommentin. Ef það er ekki allt of mikið vesen fyrir ykkur. Hvar fannstu þennan efri part þarna, þennan kassa? Já, þetta er rofi. Það er rofi, það er hérna input. Það er spurning að finna input þá. Ég þurfti ekki að gera, sko. Ég sá þetta bara strax. Já, ég sé þetta núna. Core parts, já. Þetta er bara lítill rofi. Sennilega bara þrýstirofi. Þetta er trúar. Og flott er, þetta hérna er komið hjá flestum. Já, ok, flott. Hérna Sigurður, að sýna mér bara svona einu sinni hvernig stillir hann í 1000. Já, einmitt.
ég sem sagt vel mótstöðuna fyrst og þá fæ ég þetta og þú ert komið þetta hérna inspektor og þá er ör hérna til hægri við resistans hérna niðri. Og þá get ég farið í lista og valið 10K. Það enda kom ekki listi hjá mér, en ég get skrifað. Já, skrifa þá 10K ohm. Það sem sagt, það hérna grátt hjá mér sko. Já, það kom hjá mér. Ör niður, já. Glæsilegt, takk. Það komið, ljómandi. Og síðan það ná í rofan sem sagt sem er þá hérna og vonandi eru flestir komin með þetta, þannig, allt í lagi. Þá að ná í Arduino og tákni fyrir það er hérna. En fyrir þetta basic dæmi, það efst uppi, það bara core parts, svona kjarna í hlutir. Og ef við förum svo á, svo það my parts og svo hérna Arduino. Þá smellum við á það og þá kemur upp alls konar dæmi hér og þetta Uno eins og við sjáum hérna, Arduino Uno. Og já, þá bara það sennilega bara þetta fyrsta hérna. Já, revision 3 hérna. Ég held að það sé örugglega bara þetta hérna. Síðan svo kemur stærri vél. Já. Og Leonardo og alls konar dót hérna. Þannig að það bara fyrsta hérna, Arduino Uno. Þá tökum við hana inn, höldum niður og skellum henni hérna inn á svona rétt til hliðar hérna. Og þá þurfum við að tengja þetta saman. Við tökum hérna, við þurfum að setja plus og það náttúrulega, þetta hefur færst til sko plus 5 volt. Ég ætla að taka hann hérðan og inn á plusinn á inn á hérna plus á rofanum. Setja plus með inn á rofan. Það fer ég hérna frá og einhvers staðar hér. Skiptir ekki öllu máli. Bara geta eins og í verkefninu. Og meðan ég þetta svona þá get ég hægri smelt þetta, línan valin, ég get hægri smelt á þetta og valið hérna wire color. Ég ætla að breyta þessu yfir í red. Og af því þetta plus. Ég ætla að færa þetta til, taka smá beygja á þetta. Ég veit ekki, það hérna. Ég geti gert einhvern veginn svona. Þá sjáum við hvernig hægt að velja bestu leiðina að þessu. Til dæmis svona. En svo hefur líka, það getur vel verið að sé hægt bara líka að fá þetta svona aflíðandi. En ég gat allavega að tengja þetta svona. Síðan ætla ég að tengja þess að mínusinn á plötuna. Það sem sagt ground. Það kemur ekki nógu vel skýrt fram hérna í verkefninu því að þetta er eitthvað færst til vírarnir. Þannig að þetta er ekki alveg að marka hérna myndin. Ground, það er jörðin, GND á borðinu. Já, og það ég ætla að breyta þessu yfir í svartan því að þetta er jörð og wire color hérna black. Síðan hérna blue. Ekki svartur hjá ykkur mínusinn í bílnum og rauður plusinn í bílnum? Ja, ég held að við reynum að fara eftir því bara. Og síðan hérna inngangur, inn á hvaða inngangu ég var að fara með þetta? Já, býttu nú við. Inn á hvaða inngangu, við erum að skoða hérna í kóðanum. Constant in the key 12. Við erum að fara með þetta á pinna 12. Aha, það fara inn á pinna 12 en það sést ekki nógu vel hér. Þannig að ég ætla að reyna að keyra hérna inn á pinna 12.
Nú fer þetta svona hjá mér, ég ætla að sjá. Svona. Og ég ætla að breyta litnum í bláan. Ég veit ekki hvort ég get, já, býtu við. Ég komi hérna með knikk ef ég bend point, ok, remove bend point, ok. Þetta svona bend, það spurning, ok, ef ég fer hérna í, já, ég reynir bara að hafa 2 staði. Það sennilega bara breyting á forritinu. Að það ekki neini svona aflíðandi línur lengur, það bara farið hérna. Beygja vírana, það allt í lagi. Þá erum við búin að tengja þetta upp. Hvernig gengur það hjá ykkur? Ætli þetta Bara vel. Já. Og þegar þau komnir með þessa mynd hérna þá held ég sé eiginlega betra bara hreinlega að fara í snipping tool á þessu, því að ég veit ekki hvað hefur gerst þegar maður fer hérna inn á þetta. Eða ég veit ekki hvernig ég hef verið að fara með þetta yfir. Þetta allavega bendir á rétta staði, sko. Svo fer ég með þetta inn í set-skematísku myndina hérna inn. Já, þetta kannski bara úr verkefninu. Já, upprunalega myndin. Það er eitthvað svoleiðis. Þannig að ég þarf bara aðeins að leiðrétta það. Þá setjum við bara myndina hérna fyrir neðan af þessu. Þeir eru komnir með það. Ykkar mynd. Þetta svona að fyrsta, til þess að átt að sjá hvernig maður á að tengja inn og kynnast hérna þessum pinnum á Arduino. Er einhver sem hefur unnið eða lært á þetta Arduino? Sko, þetta komið mynd frá Benjamin, flott. Robert. Já. Svona á að gera þetta, strákar. Þetta var flott hjá Benjamin. Ok. Það næsta sem við gerum, það í rauninni að fara að ná í Arduino IDE forritið. Og sjá hvort að þetta virkar hérna. Þannig að þá spurning, ég held að ég fari bara í það að sýna hver við náum í forritið. Ég held að ég verði að skipta þessari upptöku í tvennt allavega. Og ég held ég láti þetta vera nóg fyrir þessu upptöku hér að tengja þetta hérna upp og síðan förum við í Arduino hlutan í nýrri upptöku. Ég ætla að fara hérna í stop recording.